Fjarðarveitingar veisluþjónusta kemur með matinn til þín. Eftir fyrsta tíma þá náttúrulega gat maður varla hreyft sig fyrir strengjum. Það var bara í 2 daga alveg að drepa mann, en það hefur ekki komið svo mikið aftur, sko, þannig að ég finna að þetta gerir mann gott. Já, það var samhljómur í hópnum sem skráði sig í fullorðinsfimleika hjá fimleikadeild Hattar á Egilsstöðum. Harðsperurnar voru yfirgengilegar eftir fyrsta tíma. Fimleikadeild Hattar er mjög öflug þrátt fyrir smæð samfélagsins og aðstöðuleysi deildarinnar, en innan hennar eru 20 þjálfarar og yfir 200 iðkendur á aldrinum 4 til 20 ára. Fimleikadeild Hattar gefur stærri deildunum ekkert eftir og er yfirleitt að keppa í A-deild þar sem að góður árangur hefur náðst. Það er þó ekki aðeins yngri kynslóðin sem stundar íþróttinu á Egilsstöðum, heldur hefur galvaskur hópur stundað fullorðins fimleika í vetur. Við vorum með fyrir nokkrum árum síðan, en vegna plássleysis það höfum við ekki getað verið með þetta. En það er búið að vera endalausar fyrirspurnir og svo bara skapast svona óvart smá rými í salnum eftir áramótin. Og þá ákváðum við að skella okkur í fullorðinsfimleika, taka bara fáa inn, bara lítinn hóp, og hann fylltist strax og við erum með biðlista. Og þetta er bara rosa gaman. Konur á öllum aldri og margar eru þarna sem eiga nú börn í fimleikum meira að segja. Þannig að þetta er bara, vonandi getum við verið með þetta áfram. En er þetta bara möguleika fyrir svona gamlar kempur eða er fólk að koma bara beint af götunni? Já, þetta eru konur þarna á öllum aldri og í mismunandi formi og ég er rosa glöð og það var nú einn karlmaður en hann sá sig ekki fært að vera áfram, en svo er ég með karlmann biðlista, þannig að þetta er bæði fyrir karla og konur. Og það sem þetta gengur út að er að við erum alltaf bara að byrja með á grunninum. Þau eru bara að gera grunnæfingar, styrkja líkamann, fá góð upphitun, teygjur og svo gera skemmtilegar æfingar sem þeir ráða við. Og við náttúrulega byggjum þetta bara upp stig að stigi. Þannig að þetta er svona við aðlögum þjálfurina að hverjum einum. Ásgerður æfði fimleika sem barn. Hvernig er að mæta á æfingu og rifja upp gamla takta? Það er bara rosa gaman að koma aftur. Ég var nú ekkert eitthvað rosalega í fimleikum, en bara rosa gaman að fá að vera með og prófa þetta allt saman aftur. Það er bara alveg æði. Er þetta svolítið eins og að þú lærir eins og hjóla? Er grunnurinn enn það? Já, en svona 4 börnum síðar þá er styrkurinn engan veginn til staðar, þannig að það er svolítið erfitt að finna svona grunnstyrkin einhvern veginn, þannig að maður þarf bara að byrja mjög rólega, sko. Þannig að þetta bara kemur, held ég. Finnur strax mun. Maður sé bara rosalega framfæri strax hjá bara mörgum og það er bara rosa gaman. Ég finn alveg smá framfærir en líka afturfærir en maður er bara orðinn þreyttur í líkamannum fljótt og svona. Þannig að það er bara rosa flott. Þetta er bara rosa breiður hópur, bara blandað. Við þekktumst ekkert margar, við erum kannski að koma 2 og 2 saman svona. Og svo eru bara allir að kynnast núna. Þetta er náttúrulega bara 5 vikur, þannig að þetta er bara rétt að byrja vonandi. Þannig að þið vonist þetta í framhaldi eða hvað? Já, algjörlega. Og við óskum bara til fimleikahúsi til að geta búið til fleiri svona æfingar. Það var alveg geggjað. Ég sá þetta bara auglýst á Facebook og fannst þetta mjög sniðugt og skráði mig bara. Ert þú með einhvern grunn? Nei, alls ekki. Þannig bara ekki, og börnin mín hafa ekki verið í fimleikum. Og hvernig hefur gengið að ná tökum? Ágætlega á sumu, þetta er miserfitt náttúrulega, en svona, já, maður getur nær tökum á sumu svona nokkuð vel, en svo er annað sem er baklast fyrir manni. Þetta er ekki handstaðan sem ég veist erfiðust, einhvern veginn að vinna með handstöðun og handarhlaupin. Mér hefur alltaf langað á fimleika, bara frá því á barn, en einhvern veginn hafði mamma og pabbi ekki tök á að keyra mér í Egilsstaði, þannig að núna get ég keyrt sjálf og fannst þetta bara mjög spennandi. Og krakkarnir mínir eru báðir í fimleikum hérna, þannig að mér fannst bara tilvalið að prófa líka. En hvernig er það einmitt að vera að koma inn á þessum aldri og hafa ekki hennan grunn? Það er svo sem allt í lagi, við byrjum bara á grunninum. Við erum að gera svipaðar æfingar og krakkarnir oft, þannig að við tökum grunninn bara líka. Og við erum alveg farin að ná að gera erfiðar æfingar og alltaf að bæta okkur, þannig að þetta, maður sér alveg mun, já. Hvað er skemmtilegast þetta? Það er bara hópurinn, það er mjög gaman blandaður hópur og svo bara að augra sjálfum sér, pröfa eitthvað nýtt. Fjarðarveitingar veisluþjónusta kemur með matinn til þín.